Takk fyrir. Mér langar að tala raðgreiningu veirunnar. Þetta er hugtak sem var kannski svolítið fjarlægt okkur fyrir árið síðan en er núna orðið komið í fjölmiðla. Og áður en við kannski byrjum að pæla í því hvað við getum lært af gögnunum, þá var ágætt að hugsa hvað við í raun og veru að gera. Erfðamengi veirunnar er pingulítið miðað við erfðamengi mannsins. Þetta eru 29.903 nitbasar og veiran sjálf er ekkert annað en RNA pakkað inn í svona fituhjúp og það sem við gerum þegar við fáum jákvæð PCR-sýni sem að koma hingað í hús er það að við byrjum á því að einangra RNA-ið. Þetta einangra RNA er síðan sett á raðgreiningartæki þar sem við komumst að því hvaða basapör eru til staðar og í hvaða röð þau eru. Þannig að við fáum í raun og veru heildarsamsetningu á erfðamengi veirunnar. Það eitt og sér er tiltölulega áhugavert, en það sem er mikilvægt er að geta borið þetta saman með einhver núllpunktur. Núllpunkturinn sem við notum er fyrsta erfðamengi veirunnar sem var raðgreint í janúar 2020. Og við erum þá að leita eftir frávikum í þeim raðgreiningagögnum sem við sjáum hjá okkur og þessum núllpunkti og þetta er það sem við kallum stökkbreytingar. Þannig að við förum frá því í raun og veru að efst á myndin erum við að fá RNA, veirunni sjálfa RNA á veirunni og endur síðan með í raun og veru sett á stökkbreytingum. Og það sem við gerum er að við setjum þessar stökkbreytingar fyrir hvert einasta smit í samhengi. Það eru til dæmis ákveðnar grúppur af stökkbreytingum sem mynda breska afbrigði. Þannig að þegar við talum um breska afbrigði þá erum við að tala um hvaða veiru sem inniheldur nákvæmlega þessar stökkbreytingar. Og við notum þetta líka til þess að bera saman smit sem við greinum á Íslandi, sjá hvaðan smit er að koma og svo framvegis. Og ef við hugsum hvernig nýtist raðgreiningin, það fyrsta sem við höfum gert hérna á Íslandi er að við höfum raðgreint hvert einasta jákvæða sýni. Og hvergi annars staðar í heiminum hefur tekist að raðgreina öll sýni og við bæði raðgreinum öll innanlandssýni og líka þau sem við greinum jákvæð á landamærunum. Og bara raðgreiningin ein og sér gefur okkur hugmyndir hvaða tegundir það sem greinast á landamærunum, hvaða tegundir eru það sem dreifast innanlands, en önnur lönd hafa verið með svipaðar aðferðir, til dæmis Bretland er að greina cirka 10% af öllum jákvæðum sýnum, það raðgreina þau sýni og með þessu gátu séð að í desember var breska afbrigðið á hraðri uppleið og sáu það mjög fljótt, en við getum gert meira hérna innanlands vegna þess að við erum með öfluga smitrakningu, raðgreiningu á öllum sýnum og við byrjum að setja þessu gögn saman. Og þegar við byrjum að púsla þessu gögn saman, þá sjáum við enn betur hvað er að gerast. Þannig að til dæmis hérna á myndinni sjáum við smit sem að byrjar í raun og veru hópsmit í Laugarnesskóla og við sjáum það dreifast samfélagið og þetta er dæmi þar sem að smitrakningin tengir saman einstaklinga með svona línum og við sjáum í raun og veru að öll þessi smit passa saman í stökkbreytingamynstrum. Við sjáum líka nýjar stökkbreytingar koma upp og berast milli manna og ef að einhverjir greinast utan sóttkvíar og ekki raktir aftur til þessa smits, þá getum við með raðgreiningu sagt þeir eiga að passa inn í þessa mynd. Við veitum kannski ekki hvernig, við getum sett það á réttan stað. Þetta leyfir okkur líka að horfa tilbaka og finna atriði það sem eitthvað hefur klikkað á landamærum. Við fáum nýja veiru sem að dreifast innanlands, við rekjum aftur til landamærin sín og við sjáum hérna er eitthvað fyrir úrskeiðis. En það sem við höfum verið að gera á Íslandi og er hvergi annars það gert í heiminum, það er að við erum að nýta þetta í rauntíma. Vegna þess að við hugsum frá því að einhver fer í sýnatöku, þá erum við kannski að fá jákvætt eða neikvætt svar eftir 4-5 tíma, strax á þeim tímapunkti hefst smitrakning. Í kjölfarið er sýnið sjálft sent hingað og eftir að það er komið í hús, þá er raðgreiningu lokið svona cirka 10 tímum síðar. Svo tekum við greining á niðurstöðunum, sett í samhengi við fyrri smit, fyrri raðgreiningar, kannski klukkustundi viðbót og ef við tökum inn í þá óneitanlegu aðstöðu við þurfum að sofa, að þá erum við að tala heildartíma frá því að einhver fer í sýnatöku, þangað til þessar upplýsingar eru komnar inn á borð því að smitrakningarteyminu með 24-36 tímar. Til dæmis
var smit núna greint á föstudegi sem tengist leikskólanum Jörfa. Þetta smit greint á föstudeginum, á laugardeginum í síðan komið til okkar. Á laugardagskvöld erum við komið með niðurstöður úr raðgreiningu. Strax þá getum við tengt þetta við fyrir landamærasmit. Það engin rakning sem liggur þarna baki, það var ekki ljóst hvernig þessi smit tengst við fyrirfram. Það eru á tímabilinu 1. til 15. apríl meira en 40 landamærasmit, en við getum með raðgreiningu sagt að nákvæmlega þetta hérna sem tekir þetta saman. Og við sendum þetta til rakningateymisins, þá þeir nýja sína vandamálið og getur byrjað að taka þessar upplýsingar, setja þær í samhengi og fylla inn í myndina. Þannig að með þessum hraða erum við ekki bara komin í það að sjá hvað að gerast, heldur líka að hafa áhrif á framhaldið. En mér langar að gefa Kristján og Sölva orðið fyrir að fara yfir líkan af þriðju bylgjunni sem notar bæði raðgreiningu og smitrakningu og sjá hvaða niðurstöður við getum dregið því.